Í annarri Mósebók 2017 í boðorðinu 10 er síðasta boðorðið ég held, ekki síðasta, það er síðasta já, það er síðasta þú skalt ekki girnast húsnáungaðins þú skalt ekki girnast konunáungaðins ekki þræl hans eða ambátt, ekki uksa hans eða asnan í nokkuð það sem náungiðin á ekki vera öfundsjúk eða afbrýðisum eða iðka ágirnd nei, við ekki vera öfundsjúk og öfundi listi sem ein af og við ekki að taka þessar 7 höfuðsyndir í einhverju x-röð nema bara eftir einhverjum lista sem við sáum en ég veit ekki hvort það sé einhver pæling með listanum allavega öfund hjá okkur höfuðsynd 2 og felst í því, ég var að lesa á Vísindavefnum kom hann hvort það var sálfræðingur eða heimspekingur sem að vildi meina það að öfund væri sú tilfinning ég myndi segja afstæða frekar, ekki bara tilfinning að geta ekki und öðrum þeirra gæða sem að hann nýtur það segja að þú getur ekki samglaðist eða ég sé að þú hefur einhvern eiginleika sem að mig langar í eða þú átt einhvern hlut þú átt mig langar í hann asna sem það átt af því að við búum á þú veist 21. öldinni fyrir Krist og öfund felst í því að geta ekki bara samglaðist og flott gott fyrir þig heldur hefja sjálfan sig upp og þetta er hlutastoltinu og vilja fá það sjálfur og við þurfum svo sem ekki betur að útskýra öfund við veitum öll hvernig það er að vera abó og þetta líka að til þess að tala aðeins meira það að öfund snýst það að telja það að ykkur eigi eitthvað sem að manni langar í eða þú veist, einhvern eiginleika eða eitthvað telja það að vera árás á sjálfan sig að einhverju leyti, að þú veist, að þetta er skilur þú veist, þú ert ég veit ekki, með flott hár og þú veist, ég öfundaði að þú ert með svo flott hár og þá held ég að allir sé að horfa á mig og segja hvað ég er með ljótt hár með það hvað þú ert með flott hár og þá er það eitthvað sem stendur gegn mér en aftur á móti auðmýktin er það að geta bara sagt ok, hann er bara með flott hár hvar ætla hann fær í klippingu gil ætla hann noti að taka skref að því bara eitthvað svona ok, bara eitthvað nú er ég on a mission að vera svona fabulous eins og hann og það er okkur skref sem ég get tekið í því eða ekki en Guð það stendur á nokkur stöðum að Guð sé afbrýðisamur og afbrýðisam og öfund ekki endalega sama en svona í grunninn allan mjög skilt að vilja eitthvað sem annar á eða vilja eitthvað þú veist afbrýðisamur að því að magiðin er að halda fram með þér og þá ertu afbrýðisamur að því að þú vilt fá maka en ekki að þú vilt fá það sem magiðin á og það er þannig sem að Guð er afbrýðisamur það er að segja, við lesum bara í fyrsta boðorðinu það segir þú skalt ekki hafa aðra Guð en mig þú skalt engar líkneskjur gjöra þér né nokkrar myndir eftir því sem er á himnunum uppi eða því sem er á jörðinni eða það sem er í vötnunum undir jörðinni þú skalt ekki tilbeða þær og ekki dýrka þær því að ég, drottinn Guð þinn, er vandlátur Guð vandlátur talandum, þú veist dramsemi og svona hversdagsleg hugtök en dramblátur á ensku bara jealous afbrýðisamur Guð afbrýðisemi Guðs felst í því að hann vill það sem hann á rétt á afbrýðisemi okkar verðandi synd, þar að segja syndin felst kannski í því að vilja eitthvað sem við eigum ekki rétt á að vilja bara eitthvað sem einhver annar á en afbrýðisemi Guðs og einhverju leiti réttlátt öfund okkar ef að einhver stelur krakkanum mínum þá er ég svolítið abbó, skilur ok, glata dæmi ömulegt orðaval, en þið fætti hvað ég meina stelur, bara ef ykkur stundar mannrán á fjölskyldu þá er það á hvernig öfundi þá var ég smá abbó að því maður langar aftur í það sem ég á og það er það sem að afbrýðisemi Guðs þýðir Guð syndgar ekki það er nokkuð skýrt í hans orði ég myndi segja það en einhver síður er hann afbrýðisamur að þessu leiti en dygðin sem að stendur gegn öfundinni er það sem við köllum á íslensku góðvild eða kjósum að kalla hér góðvild
góðvild eða samkennd og Rómverjabréfið 12. kafli 15. vers mæli bæði með öllu Rómverjabréfinu en í 12. kafla 15. versi stendur fagnið með fagnendum og grátið með grátendum og samkennd það að geta sett sér sjálfan í spor annarra og að geta fagnað með fagnendum, geta grátið með grátendum og eins og þetta að geta bara, þú veist, geta glaðst með fólki og geta séð hið jákvæða í fari fólks og verið jafnvel með markmið að komast þangað án þess að hafa ykkur að heift í hjarta gagnvart því og ég samkennd var eitthvað sem að mér finnst mér skorta var og mér finnst mér stundur langum að hafa meiri samkennd mér finnst ég get verið fljótur að dæma fólk og langar frekar að finna samkennd með því og það var eitthvað sem ég var að biðja Guð og en þá var að biðja Guð að gefa mér meira af hjálpa mér að upplifa samkennd og allt þetta sem við erum að tala og ég var ekki búin að undirbúa ég ætla að segja frá þessu en mér langar að skjóta sinna því ég held að það sé mjög hjálplegt að mér fannst Guð mjög mikið svara þeirri bæn og samkenndin mín bara fekk boost og bara tvöfaldaðist allavega og var miklu meiri og ég var fór allt í hennu bara að finna til með fólki meira en ég hafði gert áður að minnsta kosti eftir að ég hafði upplifað sársauka og þjáningu sem ég hafði aldrei upplifað áður þannig að mér langar að skjóta því ef einhver er að hlusta og upplifir sig ekki hafa samkennd eða upplifir sig fordómafull hann vill ekki vera að ekki biðja Guð að gefa þér þjáningu en biðja að gefa þér samkennd og vittu til að þegar þú myndi upplifa sársauka sama hver djúpur eða hvers slags hann þá held ég að það sé fullkominn tækifæri og Guð sér og hann hryggur yfir þjáninguna og hann líður illa með þér að þú sért að þjást en hann sé líka tækifæri í því fyrir þig að þroska þinn karakter og vaksa til að vera guðlegri meðal annars í samkennd var allavega mín upplifun ekki mjög langt síðan bara vetur 2 síðan 1-2 ár og þá fannst mér þegar ég sá aðra þjást eða öðrum líða illa og vissi ég hvernig það var og aftur, eins og við höfum sagt við erum bara á okkar vegferð og ég ennþá að biðja fyrir að ég fái meiri samkennd og styrkist í þessu og minni öfund eða dómhörku eða hvað en ég held að þjáning eitthvað sem að Guð getur nýtt okkar þjáning til að hjálpa okkur að upplifa góðvild og samkennd í garðana Akkurat, og til þess að draga þetta svolítið saman svona í lokin að samkennd snýst það að einmitt setja sig í spor annara og það auðveldara ef þú hefur bókstaflega verið í þeim sömu sporum ef þú getur hort framan í einhvern og sagt ég hef verið í svipuðum kringumstæðum og þú ég var í sömu dimmu göngunum og ég komst út úr þeim þá auðveldara að ganga með fólki sem í dimmugöngunum sem þú varst í vitandi það að það ljós í endanum og þannig getum við vaxið í því að actually fagna með fagnendum Paldi, hvað nettara en það meiri dyggð í því en að þú þjáist og þér líður illa þú sér einhvern annan sem hefur það sem þú átt og þú fagnar með honum það þarf mikinn karakter og mikinn styrk til að geta gert það en það allt með okkar og við viljum vaksa því og sömulegis þótt að við höfum alltaf gráta með grátendum en það öfund aftur okkar minimalíska take á öfund og góðvild næsti þáttur, Úli? Það reiði og stilling Já, sjáumst þá